komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða fjölmiðla eins og við gerum hér yfirleitt á mánudögum. Ég heiti Björn Þorláksson og hér eru að minnstakosti 2 góðir gestir. Það spurning hvort sá þriðji bætist við síðar. En hjá mér Sunna Kristín Hilmarsdóttir. Þú ert formaður dómnefndar blaðamannaverðlauna, ekki satt? Jú. Já, velkomin til okkar. Takk fyrir. Og svo María Lilja, þú ert mér nú að góðu kunnug. Já, hæ. Samstarfsmaður minn hér á samstöðinni. Þið eruð báðar blaðamenn og ég blaðamaður og blaðamannaverðlaunin eru fyrirbæri sem að hefur verið töluvert fjallað á samfélagsmiðlum núna síðustu daga. Okkur að bætast liðsauki? Já. Oddný Eira Ævarsdóttir hér á leiðinni. Vertu velkomin. Ja, allt í góðu. Og ég sem sagt, við höfum orðið vör við það að það hefur verið svona umræða víða á samfélagsmiðlum blaðamannaverðlaunin eins og oftar. Það fengur að því að fá þig til þess að upplýsa fyrir okkur og einkum náttúrulega hlustendur og áheyrendur hvaða reglur og viðmið eru notaðar tilnefningar og hvað þarf að uppfylla. Ef við byrjum kannski bara á því að þú segir okkur það rétt að blaðamenn tilnefni sjálfa sig alla jafna til þessara verðlauna? Það bara allur gangur á því í rauninni. Það bara opið form á internetinu, svo kallaða. Þar sem í rauninni hver sem getur sendt inn tilnefningu. Já. Og í gegnum árin hefur það gjarnan verið svo að fjölmiðlarnir senda svona pakka, bara tilnefna alls konar efni af miðlunum. Blaðamenn geta síðan líka tilnefnt sjálfa sig, en síðan getur almenningur líka tilnefnt. Og það hefur alveg, ég svo sem hef ekki verið það lengi í þessu að ég geti kannski sett eitthvað fingur það hvort það hafi færst í aukana eða ekki, en almenningur alveg að senda inn líka. Og bara fólk út í bæ. Sem bara mjög gleðilegt. En já, það bara í rauninni þá það þannig að það getur hver sem sendt inn efni og það koma í ár voru þetta hátt í 200 tilnefningar sem voru sendar inn og það hefur farið yfir þá tölu. Þetta 3. árið sem ég í nefndinni og annað árið sem ég formaður dómnefndar. Og þetta svo bara erum við í nefndinni að fara yfir þetta efni. Það líka alveg þannig að nefndarmenn geta sjálfur komið með eitthvað efni að borðinu sem að ef það eitthvað sem að þeim finnst hafa staðið upp úr, þeir vilja koma með inn og það kemur ekki inn í gegnum innsendar tilnefningar. En það oft þannig með svona verðlaun að það kostar að tilnefna. Það þannig í Eddunni, það þannig í íslensku bókmenntaverðlaununum. En það ekki þannig í blaðamannaverðlaununum. Maður greiðir ekkert fyrir að senda inn tilnefningu, þú sendir bara tilnefningu. Og svo það dómnefnd sem að velur tilnefningarnar og líka sigurvegaran. Þannig að já. Þegar þú segir sko fjölmiðlarnir sjálfur svona sendi einhvern pakka, þá ertu að vísa til stærri fjölmiðlana, þessara svona öflugu fjölmiðla. Ég hef sjálfur verið á þeim og þá kannski tekin umræða það innan hús í ritstjórninni. Já, ef ekki þetta var svolítið gott, ef ekki að íta þessu og þessu. En náttúrulega minni fjölmiðlarnir eru kannski veit ekki einu sinni að þeir koma til greina. Þannig að þetta raðast náttúrulega óbúslega mikið alltaf á sama fólkið á sömu fjölmiðlunum. Stóru, öflugu fjölmiðlunum. Sumir segja að þetta sé bara svona hringekja að það skipti ekki máli hvað þú gerir. Þetta sé bara, þetta fari bara alltaf á milli. Ég ekki sammála því að það sé þannig. Það fólk að fá tilnefningar í ár sem hefur aldrei fengið tilnefningar til blaðamannaverðlaunanna og Bændablaðið held ég að fá svona fyrstu tilnefningu til blaðamannaverðlaunanna í ár. Þannig að það ekki þannig að þetta sé, ég meina, það eru vissulega sem blaðamenn sem hafa fengið fleiri tilnefningar en aðrir. Ég nefni Helga Seljan sem dæmi. Hann hefur held ég fengið mjög oft tilnefningu og mjög oft fengið verðlaunin. Sunna Ósk Logadóttir einnig. Þannig að sem inni tilnefnd í ár en
núna því miður að hætta í blaðamennsku, missir af henni. Það erum bara allir að hætta í blaðamennsku. Já, þú veist að ég bara líka hætt. Svo kemur hún aftur. Já, nákvæmlega. Já. En þannig að en ég, þú veist, ég skil alveg þessa gagnrýni og ég skil alveg þessa umræðu og það auðvitað þannig að ég var að vinna inn á Fréttastofu Stöð 2 Vísis og Bylgjunnar á sínum tíma og þá var þetta umræðu sem var tekin bara hvað þetta senda inn og það var í rauninni oftast sendi meira en minna. Og ég veit ekki hvernig það er á öðrum miðlum, ég þekki það bara ekki að því ég hef ekki starfað þar, ég hef ekki unnið á Mokkanum, RÚV, Heimildinni, þú veist, Bændablaðinu eða öðrum minni miðlum eða hvernig sem að skilgreina það. En svo er þetta bara eins og allt, fólk hefur mismunandi skoðanir á því og skárra væri það nú ef blaðamenn hefði ekki skoðanir á því hvað kæmist í gegnum nálar auga 5 manna dómnefndar og þetta eru þetta frekar fáar tilnefningar þó þetta sé margir flokkar, það eru bara 3 tilnefningar í hverjum flokki og og eins og með öll verðlaun þú veist hvort sem það eru þessi verðlaun eða íslensku bókmyndaverðlaunin eða Eddan eða þú veist Óskarinn eða Grammys eða skiluru, það bara fólk hefur mismunandi skoðanir á því og það, mér finnst það bara eðlilegt og bara góð umræða. Hefur eitthvað tíman að því að nú hefur blaða- og fréttamennska breyst ótrúlega mikið á svona síðustu 10 árum. Það eru öll podcastinn og podcastveiturnar og svo er náttúrulega allt lífstílsefnið. Og þetta er kannski svona svolítið efni sem var svona dettur og á milli og fer ekki beint svona í þessa tilnefningaflokka. Það er í rauninni ekki flokkar í kringum þetta. Veistu eitthvað til þess að þetta hafi komið til umræði allavega svona að breyta þessu. Svona dagskrárgerðarverðlaun. Já, einmitt, já. Fréttamennsku. Það er náttúrulega einhver umræða sem þyrfti í rauninni bara taka á aðalfundi félagsins af því að dómnefndin í rauninni sækir umboð sitt til félagsmanna en ég bara það var allavega ekki á þeim aðalfundi sem ég mætti síðast á, þá voru önnur mál á dagskrá. Já, það var mjög heitur fundur. Já, en það hafa alveg, þú veist, síðan ég byrjaði, þá hafa alveg verið dottið inn, þú veist, inn í innsendartilnefningar, einhver podcast ef mann rétt og núna er náttúrulega ein útvarpsþáttaröð vissulega á Rás 1, en svona, hún er svona í podcast formi eða skiluru, þú veist, það er svona, þú veist, RÚV þetta hefur hafið innreið sína inn á hlaðvarpsmarkaðinn sem er líka umdeilanlegt skiliði, þú veist, og svo ég hugsa bara þú veist, hugsa svolítið lífið og Vísi. Já, ég er svolítið, hugsa það er náttúrulega oft alveg stærri viðtöl og ég manaði minnstakosti í fyrra, þá fekk hún Auður Ösp Guðmunds. Hún fekk tilnefningu til viðtals ársins. Þannig að, ég myndi alveg segja að þetta er alveg inn á radarnum, þú veist, hjá þeim sem að senda inn, þú veist, en líka alveg hjá nefndinni, Ég myndi alveg svona, þú veist, en svo er bara, þú veist, spurning hvort að það ætti bara, minna það eru þetta, Eddan eru ákveðin dagskrárgerðarverðlaun í sjónvarpi en útvarpsmiðlinn kannski ekki gert nægilega hátt undir höfði í einhverju svona en er þó alveg hefur þó alveg fengið það var rætt en tilnefningar fyrir útvarp í blaðamannaverðlaunin Já. Hver er þín brennandi spurning, Oddný, til þessar umræðu? Hver var í fyrsta sæti? Er það sem ljóst, er það ekki? Er ekki búið að veita þau verða veitt á miðvikudaginn. Já, þau verða veitt á miðvikudaginn, já, einmitt. Þannig að ég get ekki sagt um það. Nei, ok. En það væri nýlunda. Og það er svona tilkynnt á samstöðinni. Tjúnið inn. Já, getum við sagt okkur þetta Þessi þáttur er tekin frekar árla morgun. Já, en segðu mér með viðmiðinni, eða mælistikuna hjá ykkur
það bara svona, það alveg komið ykkur saman það í nefndinni, sko, þú veist, hvaða svona stikkur það, fagmennska á, eða, má segja það eða svo leiðis? Já, ég get alveg gefið ykkur smá innsýnin í það. Það ekkert sem kannski mjög meitlað í stein eða skrifað eitthvað niður samkvæmt einhverjum stífum reglum. Þegar ég kem inn í nefndina fyrir 3 árum síðan þá var ég ný, en í nefndinu voru þá manneskjur sem höfðu verið í dómnefnd blaðamannaverðlaunanna í fjölda ára. Ég nefni Gunnhildi Örnu Gunnarsdóttur og Steinunni Stefánsdóttur sem dæmi, og ég svona lærði svona handbröðun svolítið að þeim, var með þeim í nefndinni þá, og svo endurnýjaðist nefndina mestu leyti í fyrra. Og við horfum til allskyns þátta. Við horfum til fjölbreytileika á ýmsum sviðum, þú veist, að við séum að horfa til bara umfjöllunar efnana. Það sé ekki bara eitthvað eitt stórt fréttamál dóminerandi. Við horfum til þess að það sé ekki bara einhver eitt fjölmiðl sem dómineri eða eitt blaðamaður ef því að skipta. Og ég meina, við höfum hort til kynjasjónarmiða. Það sé ekki bara konur að fá tilnefningar eða velunin eða bara kallar. En hvað það sko efnistökin sjálf? Það fagmennskan. Það auðvitað fer eftir hvað flokkur það Í rannsóknarblaðamennsku kríterían, þú veist, bara hver rannsóknin, sjáum við hver vinnubrögðin eru. Þú þarft svolítið að geta séð í efninu vinnu blaðamannsins og við erum að leggja svolítið mat á þá. Auðvitað það, þú veist, í nefndin náttúrulega fólk sem hefur starfað lengi í fjölmiðlum. Kannski rétt að skjóta inn í að þetta eru fernverðlaun, blaðamannaverðlaun ársins, rannsóknarblaðamennska ársins, viðtal ársins og umfjöllun ársins. Já. Og svo þetta bara, það í rauninni bara mismunandi kríteríur sem við erum að horfa til í hverjum flokki í rauninni. En þið eru að reyna að vera eitthvað mótvægi við vinsældirnar, segjum sér svo, eins og núna talað að eins og talað við Rauðaborð að það nægir þingmönnum að segja eitthvað svona nægilega ósvífið til dæmis, eða eitthvað sem stuðandi, að þá sé það sko frétt til dæmis. Já, svona smellidólka fréttir. Og fréttir séu svolítið. Velun í flokki smellidólka. Það var vel. Nei, þannig að raunverulega þið að búa til ákveð mótvægi líklega, skilur að horfa á ferlið, á vinnuna sem liggur að baki. Já, við erum að horfa í rauninni til gæða. Þú veist, við erum ekki kannski endilega að horfa til við höfum alveg hort til áhrifa umfjöllunar, skilur, hefur einhver umfjöllun orðið til dæmis bara drifkraftur einhverja breytinga í samfélaginu, eitthvað hefur gerst inn á Alþingi, kjölfar einhverja uppljóstruna. Ég tek sem dæmi í fyrra fengu Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartansson tilnefningu en ekki velunin fyrir umfjöllunum snjóflóðun í Súðavík. Það var umfjöllun sem hreyfði af stað bylgju sem endaði síðan með því að það var sett á fót sérstök rannsóknarnefnd varðandi snjóflóði í Súðavík. Þannig að nefndin horfir líka til þess, þú veist, en já, við erum ekki kannski, það ekki inn í kríteríunni okkar eitthvað hvað mest lesið eða vinsælast eða með mesta áhorfið eða mesta hlustunna. Við erum ekkert með eitthvað tölur yfir það og það einhvern veginn alveg, þú veist, ef ég vera alveg hreinskilin, þá erum við bara mjög lítið að pæli því. Við erum að hugsa gæði, jafnvel áhrif og svo bara eitthvað nýtt að koma fram. Þú veist, verið að draga eitthvað í dag, þú veist, og það kannski þegar maður lesi við rökstuðningin, það oft svolítið það sem við horfum til, hvað verið að afhjúpa eða draga fram í dagsljósið. Þú veist, eitthvað að stíga fram og segja eitthvað sem hann hefur kannski aldrei sagt áður frá, en allir kannski vissu að gerðist eða innan gæsalappa skiljiði. Og sem kannski fá, það ekki plús fyrir að vera taka áhættuna, kannski afhjúpa eitthvað mjög pólitískt vafa, eða eitthvað sem hættulegt, kannski bara eins og jafnvel blaðamenn sem að síðan lenda í vandræði með þyrftu að vernda halda. Þið með eitthvað sérstak svona einhverja litla stjörnu fyrir það? Hugur ekki. Hugur ekki, já. Já, það má kannski alveg segja það.
ég vona nú samt að blaðamenn á Íslandi sé ekki mikið að lenda í hættu vegna þess hvað þeir fjalla Þeir eru drepnir með öðrum leiðum en bókstaflega. Já, það kannski það má kannski segja það en og vissulega mætti áður en við fórum í upptöku var ég tjá mig mikið hvað mér finnst einhvern veginn skorta skilning oft hjá almenningi en líka bara yfirvöldum, stjórnmálamönnum, valdhöfum á því hvað blaðamenn gera og fyrir hverja blaðamenn vinna. Blaðamenn í vinnu fyrir fólki í landinu. Þeir eru ekki í vinnu fyrir einhverja flokka eða stjórnmálamenn, svona almennt. Og auðvitað er það umdelanlegt, ég menn einhverjum miðlar hafa verið sakaðir að hafa eitthvað ákveðið að tjenda. Þessi miðl hér, ég nefni Morgunblaðið líka sem dæmi, en það er ágætt regla sem að ég bara hef reynd að temja mér og ég legg til að fleiri geri að finna gagnrýninni stað í fréttunum sjálfum. Ekki gera sér það upp að blaðamenn séu með eitthvað ákveðið að agenda þegar þeir taka eitthvað til umfjöllunar. Má ég aðeins taka þennan bolta? Að sko ef fólk á förnum vegi sem hitti mig helgina núna endurspeglar almenning þá var einmitt algeng spurning bara hjá þeim sem ég hitti það var þessi blaðamannaverðlaun hann Stefán Einar á Mogganum hann ekki áhrifamesti fjölmiðlamaðurinn núna síðustu mánuði í ljósi þess að það sem hann dró upp á hjá spursmálum það felldi þingmenn tók þingsætið þeirra, sópaði þeim í burtu og þá voru menn að tala Þór Snæ og sannarlega kom hann mjög vel undirbúinn til leiks hann sýndi efnistök sem maður hefur eiginlega ekki séð lengi í undirbúningi sumpart bara eins og best getur orðið á heimsvísu hvað sem mannum finnst hann persónulega eða hans efnistök og ég hef heyrt semst í ansi mörgum sem að skilja ekki að hverju hann sé ekki tilnefndur og svo eru líka margir sem skilja ekki að hverju samstöðin ekki tilnefnd vegna nýsköpunar framtaksins og vegna allra þeirrar deiglu sem hér við erum eitt mest umtalaði fjölmiðill síðustu missera, ég held að það sé alveg ljóst og þá einmitt af því þú varst að tala pólitíkina, þá langar mér til þess að spyrja þig það sem að sko dæmir fólk úr leik ef fólk heldur að sé einhver pólitísk tenging að þú segir að samstöðin það er ekkert launungamál að hér hefur hluti fjárveitinga verið fé frá sósíalistum en við erum hins vegar ekki öll sem tengjumst sósíalistum sem erum hér í dagskrárgerðinni og útilokar það þá samstöðuna því ég veit að menn hafa verið að tilnefna okkur sko út í bæ útilokar það okkur og það eins með Stefán Einar hann bara orðið nóg pólitískur og þá kemur kannski síðasta spurningin ég veit þetta orðið mjög löng ræða en þá hvar eru skilin sko og ef þú getur aðeins brugðist við þessum pælingum af því að þetta er almenningur að spyrja sko. Ég auðvitað þótt ég sé formaður þá ég bara eitt fulltrúi í þessari dómnefnd og get kannski ekki talað fyrir hönd allra í henni en almennt séð þá myndi ég segja að svona pólitískar tengingar útiloki ekki það að fólk fólk þetta er náttúrulega einstaklings verðlaun svo því sé haldið til haga þó að fréttastofur hafi vissulega fengið svona í gegnum tíðina kollektívar tilnefningar þá erum við oftast að tilnefna einstaka blaðamenn og áhrif hafa vissulega eitthvað að segja en líka gæði og en ég ætla ekki svo sem að fara eitthvað dýpra í það varðandi einstaka menn eins og Stefán Einar eða ég get nefnt Gunnar Smára eða eitthvað slíkt af því að þetta er bara mjög þröngt nálar auga sem að þarf að fara í gegnum hjá nefndinni og það er bara
umdeilanlegt almennt, held ég, ekkert bara hjá dómnum blaðamannaverðlaunanna svo sem, heldur bara almennt að til dæmis efni í spursmálum sé alltaf af gríðarlegum gæðum, ef þú skilur hvað ég að fara. Þó að einstaka viðtal eða einstaka efnistöku eða hvernig sem það er. Þú ert að segja að Stefán Einar sé jafn mikið í pólitík og honum blaðamaður. Nei, ekki endilega, sko. Ég myndi alveg segja það, sko. Þú veist, ég held alveg... Ég get sagt það, Nei, þú veist, ég meina, hann er örugglega með eitthvað agenda eitthvað tíman, en ekkert alltaf held ég, þú veist, og og ég held að, þú veist, og ég held að sami segja hér, skilur. Eitthvað tíman er fólk hér, eða blaðamenn hér með eitthvað agenda en ekkert alltaf, skilur. Og en þá er það spurning, þú veist, fyndu gagnrýninni staði því sem er. Og það má kannski segja, ég meina, eins og með Stefán Einar, þú veist, hefði hann gengið eins fram gagnvart einhverjum í einhverjum öðrum flokkinn Samfylkingunni, eins og hann gerði gagnvart Þórði Snæ, ég veit það ekki. Það er enginn sem veit það, en maður má bara vona að svo sé. Því þú segir hann hafi undirbúið sér svo gríðarlega vel og svona. Grafið upp alls konar. Grafið upp, já. Gerði hann það alla? Þessu tilfelli var ekki? Ég er ekki sérfræðingur í vinnubröðum Stefáns Einar, sko. En manni finnst það alveg skína í bransanum til þess að dást að undirbúningsvinnu hans fyrir mörg viðtalana. Það skín alveg í gegn að hann er búin að leggja mikið á sig að lesa og grafa upp og grúska og alls konar. Og mín persónulega skoðun hún náttúrulega bæjast af því ég vinn hérna, en mín persónulega skoðun er svo að spursmál Morgunblaðsins og þessi stöð hér, þetta sé það áhugaverðasta sem hefur komið fram í seinni tíð í fjölmiðlun. Á sama tíma menn tala um að ansi margt sé trénað og styrt og úldið í íslenska fjölmiðlaheiminum. Þannig að sko þá er kannski eðlilegt að fólk spyrji bara út í bæ. Algjörlega. Ég geti reyndar alveg nefnt að samanskapi, ég meina að þú veist eins og Marta María og svona fólk sem að ber svona höfuð og herðar yfir lífstílsefni, að því ég nefndi það einna áðan. Við erum að tala um að í mörgum tilfellum er þetta efni sem heldur vefnum hreinlega á floti. Þetta eru langmest lesnu greinarnar, umfjallaninnar og allt þetta, ég meina, þú veist, sitt sýnist hverjum kannski efnistökin, en þetta er mikið lesið. Tísku, ráð og matarblogg og allt þetta. Já, en þetta er kannski komið eins og vorum að tala um það, kannski koma vinsældirnar bara sem stjórna, þú veist, það þarf kannski ekki ykkur sérstök blaðamannaverðlaun fyrir, ég veit það ekki, skil, og mér er svolítið sérstaklega að þú sittir okkur hérna á samstöðinni, undir sama hatt og spursmál, mér finnst það ekki mjög góður hattur, sko. Ég er ekki að því. Ég er að endurspegla raddir fólksins í landinu sem að hefur verið að spyrja með síðustu daga, er það út af pólitískum tengingum sem að hvorki spursmálinn í samstöðin eru tilnætt til blaðamannaverðlaunina, vegna þess að fólki finnst að þar sé kannski gróskan mest og deiglan áhugaverðust. Þannig að þú veist, En er ekki pólitíska tengingi svolítið ólík samt þarna? Það er talandi um þetta, hvað er íslensk orðið yfir agenda, vera bara með einhverja áætlu pólitíska... Já, erindi bara? Já, bara ákveði erindi, ganga erindi ákveðina stjórnmálaflokka eða hagsmuna, ég meina, þú veist... Erinda hverra gengur þessi stöð, erinda hverra gengur Morgunblaðið, ég meina, það er allt talað líka hjá almenningi að Morgunblaðið gangi erinda útgerðar manna á Sjálfstæðisflokksins. En það eru gríðarlegi styrkir líka þar undir og einmitt svona hagsmuna raunverulega hópar sem að liggja þétt upp og undir þeim fjölmiðli, en sem að mér veist ekki alveg sanngjarnt að setja eins og hér, þótt einhver lítill hluti komið frá sósíalistaflokkum, þá er samt, sko, ef einhver myndi horfa á dagskrárgerðina, þá held ég að sé svona einmitt mjög mikil viðleitni til þess að búa til hérna vettvang í ákveðinni vöntun, vettvang fyrir raddir einmitt þeirra sem ekki fá einhvern veginn að njóta sín annar staðar. Þú veist, það er eiginlega númer 1, 2 og 3 hér, sko. Og svoleiðis að mér finnst það svolítið mikið ólíkt, sko. Já, en mér langar bara að segja, þú veist, að varandi þessar pólitísku tengingar, þá langar við bara að ítreka það, þó að það sé alltala hjá almenningi að mokkinn sé svona hinsegin eða samstöðun sé svona hinsegin og með eitthvað erindi eða eitthvað agenda, þú veist, að þá er það kannski ekki það sem við erum að horfa til í dómnefndinni, þú veist, og ég bara ítreka það sem ég sagði áðan,
að fólk finni gagnrýninni stað Já. í því sem að verið að skrifa eða varpa fram, sjónvarpa, útvarpa, hvað sem það er. Er þetta ráð til blaðamanna? Nei, til almennings. Já, til almennings, já. Og stjórnvalda. Þú veist, að bara ekki gefa sér það að þegar þú sérð eitthvað eftir Stefán Einar eða eftir Gunnar Smára eða bara hvað blaðamann sem að hann sé með eitthvað hann sé með eitthvað rosa sterkar skoðanir og því hvað hann að fjalla eða hann sé með eitthvað erindi sem hann þurfi svo rosalega mikið að koma frá sér og því að hann, þú veist, sé með eitthvað tiltekna skoðanir. Þú veist, grunnskylda fjölmiðlamannar flestar held ég og blaðamenn hafa þá reglu held ég langar að segja allir, þú veist, ég get ekki fullyrt það er bara mín von að allir blaðamenn gæti að hlutlægni og, þú veist, en líka sanngirni auðvitað, en og hafi fyrst og fremst það erindi að upplýsa almenning, númer 1, 2 og 3. Já. En ef það einmitt, það eitt mælikvarðan að upplýsa almenning, þú veist, og Helgi Seljan tilnefndur oft. Ekki núna reyndar, ótrúlega djók. En hann hann hefur oft verið í, ekki skjóli, en hann hefur verið á fjölmiðlum sem eru einhvern veginn viðurkendir. En ef allir Helgi Seljan hefur verið að vinna hér við þetta rauða borð, þá kannski hefði hann ekki verið með sama, það mætti spyrja sig að því sko. Hver eru tengsla einstakra blaðamanna sem eru að sinna þessari köllun að upplýsa almenning og svo þetta bakland sem þeir hafa í einhvers konar fjölmiðli sem hefur viðurkenningu fyrir það, fyrir einhvers konar hlutleysi eða fagmennsku eða hvað. Já, ég veit ekki hvort það sé viðurkenningu hlutleysi eða fagmennsku eða eitthvað slíkt, þú veist, ég held að það sé alveg unnið að fagmennsku hér og ég held að það sé líka unnið að fagmennsku á Morgunblaðinu og ég menna það blaðamaður á Morgunblaðinu tilnefndur í ár til blaðamannaverðlauna ársins, vissulega ekki Stefán Einar en Hólmfríður María Ragnhildardóttir og ég held þetta snúist kannski meira hvar hafa blaðamenn tíma til að sinna dýpri umfjöllunum, til að taka sig kannski marga mánuði í að rannsaka eitthvað, vinna eitthvað efni, grúska og garfa og allt það. Þú veist, það bara, þau geta gert það á RÚV, þau hafa geta gert það á Heimildinni og svo það bara mismunandi að því að ég þekki það bara því ég var að vinna á Vísi og Stöð 2 á Bylgjunni. Fólk að reyna að sinna rannsóknarblaðamennsku bara svolítið á hlaupum meðfram vöktunum sínum. Og kannski endurspeglast það líka smá í því hvað fjölmiðlar eru tilnefndir í flokknum rannsóknarblaðamennska. Þannig að það líka þá eitthvað ritstjórnarlegt efni að gefa blaðamönnunum tíma eða gefa þeim leyfi til þess líka. Já, þeir hafi tíma en líka bara þetta snýst held ég oft fjármagn. Að þú hafi nægilega mikið af peningum til að geta ráðið fleira fólki í vinnu af því það þarf að borga laun og þú þarft einhvern veginn að geta því svo, þú veist, ertu kannski að rannsaka eitthvað og það þarf eiginlega eitthvað að koma út úr því. Þú veist, íslenski fjölmiðlar búa ekki við þann lúxus eins og bara maður þekkir erlendis. Þar eru stór rannsóknarteymi, þú veist, það var allavega þannig að við munum eftir myndinu Spotlight, Washington Post, þú veist, sem fjallaði rannsóknarteymi þar. Þau voru búin að eyða mörgum mánuðum í að rannsaka eitthvað og svo kom ekkert út úr því. Þau bara, jæja, hvað það næsta? Íslenski fjölmiðlar búa ekki við þann lúxus. Þú getur ekki verið með fólki vinni í marga mánuði, borgaði laun og svo kemur ekkert frá þeim, þú veist. Þannig að því að sko rannsóknarblaðamennska tímafrek, hún mannaflsfrek og og það bara ekki allir fjölmiðlar með bolmagn í það, sko. Það náttúrulega með öll mannana verka þau orka tvímælis og Já, og ég bara svo ég ítreki það skiluru að þú veist, að því að það Stefán Einar nefndur og ég bara skil það vel að fólk sé hissa á því að hann hafi ekki hlotið tilnefningu. Ég meina það er bara, og það er bara eins og ég bara var að segja á það með öll svona verðlaunum, allar svona tilnefningar. En er það ekki samt fyrir ekki aðeins annað þess að hann, eins og þú ert að segja eitthvað að mér typist að við séum einhvern veginn farin að bítast Stefán Einar, sko, svona athyglisýki, þú veist, en hjá svoleiðis sem virkar, sko, en þú veist, myndirðu kalla þetta samt rannsóknarblaðamenn, sko?
Þú verður að tala hérna það þörfin á alvöru rannsóknarblaðamennsku sem tekur tíma og skiptir einhverju máli fyrir almenning svona, og getur ekki annað verið mjög við einhverjum hlutum já, hreyfi við einhverjum hlutum en það sem verður að hreyfa við þarna með dónaskap oft og dylgjum og svona, ég meina bara svona framkomunni kannski meira heldur en ég veit ekki hvort það getur vel verið að hann ætti að fá stjörnur í kladdan fyrir að hafa grúskað eitthvað. Sko, mér veist að við hefðum nú frekar átt að fá tilnefningu en Stefán Einar. Svo við byrjum bara á því. Við tilnefnum okkur ekki sjálf. Fyrir viðtöl ársins og ýmsið fleiri. En sko, það er ekki eins og við höfum gert mikið í því að láta velun okkur. En sko, af því að þú spyrir mig út í Stefán Einar sem orðin aðalatriði hérna í umræðinni þá hef ég í rauninni bara haft einn mælikvarða til þess að elda mitt blaðamannanef öll þessi 40 ár sem ég verið í bransan. Ég hef reynt að vera trúr röddum fólksins í landinu og frekar en að ég sé endalaust að setja mál á dagskrá þá finnst mér almenningur eigi að fá að setja mál á dagskrá í gegnum nebban á mér. Ég var á fundi í síðustu viku þar sem var kynnt skýrsla viðskiptaráðs. Það voru 30 eða 40 fundargestir bara úr ólíkum áttum sem af því að ég með mikla reynslu í blaðamennsku vildu vita hvað mér fyndist það að Stefán Einar áhrifaríkasti blaðamaðurinn, maðurinn sem að réði kosningunum, réði úrslitum kosninga með sinni blaðamennsku eins og sumir orðuðu það og nefndu mál Þórðar Snæs og fleira, hvað mér fyndist það að hann væri ekki einu sinni tilnefndur. Þannig að ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort þetta eru réttmændar spurningar eða ekki. En þú varst þetta stattur á fundi viðskiptaráðs, Björn. Það var það sem ég hjó eftir líka, sko. Og þetta ekki eitthvað bara fólki í landinu. Ég var nú líka á þessum fundi og enginn spurði mig, en ég þurfti reyndar að fara áður en honum lauk. Hér ég flesta daga stattur í einhverjum heimi sem kannski eins langt frá viðskiptaráði eins og hann getur orðið. Þannig ekki bara fínt að maður sé bara hér og þar. Jú. En einhver að spyrja því hérna fram á gangi hvernig stendur á því að Stefán Einar hafi ekki verið tilnefndur? Nei, ég hef ekki fengið þessa spurningu hérna innan hús. En mér fannst þetta velt upp, sko, þú hefur líka séð bara statusa frá hjá leiðandi fjölmiðlamönnum sem ekki alveg sáttir við hvernig hvernig staðið þessum tilnefningum núna. Já. Þú lesið þetta. Það ekki eins og við sem búa til einhvern umdeilanleika þetta. Nei, og ég menna eins og ég sagði líka áðan það bara í góðu lagi að þetta sé umdeilt. Já. Ég held að sko hvað maður að segja. Er það ekki bara frábært fyrir ykkur að þessu umdeilt og þá það verðist þetta að vera eftirsóknarvert. Og fyrir blaðamannafélagi líka og fyrir bara blaðamennsku að eitthvað svona skapi umræðu. Er það ekki bara gott? Er ekki bara gott að við sem að ræða þetta, við sem að velta vöngum, þú veist, einhverju séu ósáttir, einhverju séu sáttir og allt það, sko. En bara, þú veist, og eins og ég segi, þú veist, eina sem ég geti sagt varandi Stefán Einar bara, hann komst í gegnum nálarauga. Það mjög lítið. Og svo bara getur fólk bara haft alls konar skoðunar því að við hefðum bara átt að láta hann hafa tilnefningu en bara nefndin komst að annarri niðurstöðu. Þú voru bara aðri betri. Já, í rauninni má segja það. Það er rauninni það sem felst í því að aðrir hafi fengið tilnefningu en ekki hann. En svo getur bara fólk verið ósammála því mati og það er bara fullkomlega eðlilegt. Já, en hvernig komið þið í veg fyrir sko að það verði alltaf svona klúbbragur á sem menn tala jafnvel ríkisútvarpið bara sem klúbb? Risastór stofnun en ættingjar eru ráðnir og starfsmannastefnan þeir þurfa ekki að rökstuða hverja þeir ráða og hverja þeir ráða ekki af því þeir eru OHF og margt sem bendir til þess að ríkisútvarpi sé bara eftir svona makræði síðustu ára orðin klúbbur sko og þá getur maður náttúrulega ímynda sér að líkurnar á því að einhverjir svona blaðamanna nefnd sem dælir út verðlaun geti líka orðið klúbbur. Þú sagðir að hefur orðið mikil endurnýjun, það er kannski ein leiðin til þess. Já, ég það var mikil endurnýjun í nefndinni í fyrra. Já. Við erum sem sagt ég, Jóhann Óli Eiðsson, Pálmi Jónasson, Brynhildur Ólafsdóttir og Helga Arnardóttir.
sem var í pallborði Já. og fundi viðskiptaráðs með hérna Stefán Einar í liðinni viku. Já. Við erum í nefndinni og þau komu við Jóhann Óli vorum saman þannig 23. Já. Vorum þá nýlegar ef ég mann rétt. Það vantar nú einhverja pönkari í þessa nefnd. Þetta mjög borgarlegt fólk. Já, finnst þér ég ekki vera pönkari? Ég veit ekki alveg hvernig ég á að taka... Þú þekkir mig greinilega ekki neitt. Jú, já, nákvæmlega. Þú þekkir mig greinilega lítið, en hérna... jú, við getum alveg, þú veist, þú getur örugglega sett eitthvað merki með okkur eins og alla, þú veist, og ég get örugglega sett hann merki með þig að þú sért borgaralegur þó þú vinnir hér og þú veist, og þetta sé örugglega ekki til hérna, ekki skilgreint sem borgaralegur fjölmiðil en hérna en já, ég meina við eins og ég bara var að lýsa áðan þegar Oddný var að spyrja þú veist, kríteríur og hvernig við værum svona að hugsa þetta þá reynum við að hafa það í huga að við séum ekki í einhverjum bunker. Ég meina við fáum inn þetta ógrinn af efni svo skildakvílur okkar herðum og fara í gegnum það allt með gagnrýnum augum og maður þjálfast mjög fljótt í því að sjá hérna hvað fer á svona eitthvað shortlista eða stuttlista hvað þarf að skoða betur hvað hérna efni í tilnefningu hvað veluna efni og svo framvegis bara eins og ég lýsti áðan, við erum meðvituð það að reyna að hafa fjölbreytni í bæði flórunni af fjölmiðlum sem eru að fá tilnefningu í þeim blaðamönnum sem að fá tilnefningu og hérna og umfjöllunar efnunum líka og hérna og kynjasjónarmiðin, en það hefur samt allavega á þeim tíma sem ég hef verið aldrei eitthvað þurft að pæla eitthvað mikið í því sko. Það er aldrei verið eitthvað konu kasta út fyrir kalli eða kalli kasta út fyrir konu, það hefur aldrei komið upp sko. Þannig að það er kannski svona það sem við erum síst með í huga bara því það þarf ekki en hérna þannig að við erum meðvituð það að það verði ekki eitthvað bunker mentality og við þurfum líka bara að gæta okkar hlutlægni þetta er lítill bransi eins og við vitum og maður þekkir kannski persónulega eitthvað fólk sem maður verið að tilnefna eða færjabel verðlunin og það er bara rætt bara svo ég segi það þú veist og ég ætla ekki að fara út í það hvað við ræðum á fundum dómnefndarinnar en þá er bara hreinskiptið samtalum til dæmis það og bara allt í rauninni kringum þetta sko. Ég meina persónulega skoðun á þessum tilnefningu núna það er Guðrún Hulda Pálsdóttir Bændablaðinu mér finnst það geggjað og það er það sem maður rís upp úr og maður tekur alveg eftir því hvað það er allt öðru vísi mér finnst að blaðamannaverðlaunin eigi að leitast við að vekja athygli á nýsköpun einhverju sem er frumlegt, sérstakt stór einhver neyslu almennings á fjölmiðlum sem svo maður haldur áfram með hann annars mjög skrýtna samanburð sem bæði Stefán Einar hefur gert á Spursmáli og við hér á Samstöðinni 40.000 manns, hverri viku eitthvað sluð sem eru að horfa á okkur og Smartland fyrir Mókan og ég held áfram að hérna tala fyrir því Akkurat, mér finnst sko svona smá establishment hérna slagsíða á þessu stóru miðlarnir sem hafa tíma til þess að nostra við tilnefningarnar og resursa til þess og svona mér finnst þið að horfa meira til litlu miðlana einu sinni var ég á aggressífu rannsóknarblaði fyrir norðan sem hétt Akureyri Vikublað og ég veit að ég kom einhvern tímann til hérna umræðu sem að það ætti að tilnefna mig til blaðamannaverðlauna og það var einhver í nefndinni sem hafði sjálfur orðið fyrir barðinu og blaðamennskunni og sagði nei, það gengur ekki en það hefði verið mjög flott Já, ég náttúrulega var ekki í nefndin á þeim tíma Nei, en við erum svo sagt hérna hér ekki bara að spyrja Við erum líka að leggja fram Við spyrjum bara hvers vegna fengum við Við bara spyrjum beint út Já, eins og ég segi með því að nefna Bændablaðið sérstaklega þá held ég að það skipti Vísi, Stöð 2 og Heimildina ekki öllu máli að það sé alltaf verið að dekka mann sýnist eins og sumir miðlarnir sé bara alltaf með fulltrúa nánast hvert einast ár þetta er alltaf stóru miðlarnir ótrúlega tilviljun Er það tilviljun? Ég veit það ekki ég bara nefni aftur það sem ég sagði áðan hvað ég var að reyna að gefa ákveðna innsýn inn í það hvað við erum að horfa á og það er ekki endilega vinsældir það er ekki endilega það er ekki endilega vinsældir eða þú nefnir nýsköpun
það hefur kannski ekki verið einhver sérstök kríterja hjá nefndinni þó að nýsköpun geti mitt oft verið mikil fagmennska fólkin í því en í gegnum tíðina hefur samt líka hafa alveg nýstárlegar aðferðir við miðlun hlotið tilnefningu og jafnvel verðlaun þú veist, ég nefni það með minnir árið 2014 eða 15 hafi mbl.is ég mani ekki hvort þau fengu verðlaun þau fengu allavega tilnefningu fyrir sko umfjöllunum brunan í Skeifunni ég mani ekki hvort hann var 2013 eða 14 ég mani ekki alveg hvaða áran var en þá fenguðu þá fenguðu verðlaun fyrir hérna mér minnir að hafa verið einhvern veginn orðað þannig að fyrir nýstárlegar aðferðir við miðlun frá vettvangi og þá hvernig þið notuðu netið eða eitthvað svoleiðis þannig að jú, það hefur alveg þú veist verið hérna svo sem uppi hjá nefndinni í gegnum árin en hérna en þetta bara góð umræða og holl og hérna og eins og ég segi bara fullkomlega eðlilegt að fólk hafi alls konar skoðanir á því en þú segir stóru miðlarnir og þú veist RÚV náttúrulega stór miðill með mikið fjármagn og það endurspeglast kannski einhver leiti í tilnefningunum af því að blaðamennir þar hafa góðan tíma Já, einmitt. Viljið þið leggja eitthvað fram frekar í þetta? Starfssystur mínar hér, kærar. Nei, þetta er oft með svona viðurkenningar eða verðlaun þá eins og með bókmenntaverðlaunin þá, þú veist, komið sér ykkur blóðdropi fyrir spennu, sögur og svo hefur oft verið talað ég man ekki hvort að barnabókaverðlaun eða, þú veist, það sem þú ert að tala kannski, hugsaðu með sér, kannski væri alveg mikilvægt fyrst að það hefur verið að draga athygline að fjölmiðlun og svona vandaðri fjölmiðlun að það væri líka það væri áhugavert að vera með einmitt tilnefna eins og þú, samkvæmt því sem þið eru að tala svona, þetta vandað því er gefin tími og það hefur áhrif skiptir máli eða þannig, þetta heyrist að vera þetta er eitthvað svona umfjöllun sem skiptir almenning máli en það sem þú ert að meina það er kannski líka þetta svona að veita viðurkenningu fyrir nýbreytni eða eitthvað lítinn fjölmiðil sem er að koma sér eitthvað lítið blað út á landi pínulitla, ég veit ekki, einhver dagskrár pjesi út á landi sem er allt í einu komin rosalega metnaður í og er farin að þú veist, segja almennlegar fréttir af því sem er að gera þetta í héraði þá væri þetta skemmtilegt að svona benda á það sko, en kannski það á einhverjum öðrum vettvangi kannski er þetta bara ekki svona djúpt við erum bara ekki blaðamenn eitthvað að rýna í Jú, nei, en það er gaman, það er skemmtilegt en ég held að það sem kannski komið ljósa það er svolítið þörf á því að það sé talað fjölmiðlun og svona henni veitt athygli og við tölum eitthvað sem er velgert og ræðum og þú ert náttúrulega með þennan fasta lið hérna, ég held sem er mikil þörf á því að ræða bara fjölmiðlun og það hefur sýnt sig að það er mjög svona lifandi samræði hérna bara hvað skiptir máli að því að fjölmiðlun bara áundur högg að sækja í heiminum og það er svona mál flestra að það eiginlega sé aldrei jafn mikil þörf á almennlegri fjölmiðlun og aðhaldi við ríkisvald og aðhald við stórfyrirtæki og aðhald við bara pólitíkin og valdið þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þannig að þetta eru einverðlun en við sjáum þörfina á umræðinu og kannski bara, þú veist, hérna hugmynd til félagsmanna í blaðamannfélaginu þú veist, kannski þarf eitthvað bara uppfæra flokkana eða þú veist, stækka hérna hvert flokk, þú veist, 3 ætemi er alveg, þú veist, við höfum alveg rætt það í nefndinni eiginlega bara síðan ég byrjaði, þetta eru fá ætem, þú veist, og kannski eins og Marja Lilja var að benda á því fjölmiðlun hefur breyst svo mikið og það eru komnar líka bara aðra leiðir og alls konar ný miðlun, skilur og eins og þú ert líka að benda á að hérna, kannski þarf bara eitthvað að víkka þetta út, en það er þá einhver ákvörðun sem að þarf að taka á stærri vettvangi en hjá 5 manna dómnefnd, sko, þú veist, þannig að ég bara, þú veist, þetta er bara, að því við vorum líka að tala þú veist, dagskrárgerð, þú veist, og hún er hérna
hún víðar en bara í sjónvarpi, sko. Þú veist, eins og Eddan, eða skiljiði, þú veist. Þetta ætti bara að vera eins og Eddan, sko, núna. Þetta verða bara risa viðburður. Já. Jú, Kostaður á hverjum. Já, ég geðast til í það. En svo náttúrulega þú veist, Með hérna mörgum líka liðum. eitthvað sem að hefur verið rætt við mig svolítið síðan ég byrjaði í þessu, að þú veist, að því að þetta endar, það náttúrulega þannig í íslensku bókmenntaverðlaununum að það líka náttúrulega eitthvað nefnd sem að velur bara sigurvegarann. En þú veist, Eddun náttúrulega bara kosning á meðal félagsmanna. Þú veist, ég veit ekki, kannski, þú veist, ég kasta þessu mjög svona óábyrgt fram. Ég veit ekki hvort að þetta hefur verið eitthvað rætt á vettvangi blaðamannafélagsins. Hafa þetta dreifðar á gagsæra kannski? Já, þú veist, ég veit ekki, ætti kannski bara að vera eitthvað nefnd sem tilnefnir og jafnvel, þú veist, ein nefnd fyrir hvert flokka eitthvað, ég veit ekki, eins og á Eddunni, þú veist, þar maður, þú veist, og eins og í bókmenntaverðlaununum, þú veist, þar ertu með að þú ert í nefndinni fyrir eitthvað ákveðið, þú veist, fyrir fagbókmenntir eða fyrir leikstjórnahandrit eða fyrir leik eða þú veist, hvernig þetta og síðan bara kosning. Þú veist, á meðal allra félagsmanna, hvernig sem það gert, sko, ég þekki það ekki. En þetta ég bara svolítið að kasta fram bara til kannski þeirra líka sem eru ennþá í fæinu, þú veist, ég náttúrulega ekki lengur starfandi blaðamaður en bara hugmynd, sko. Ég veit ekki, þú veist, og það kannski að góða við svona umræðu og það góða við að fólk hafi skoðanir og gagnrýni það sem maður að gera og maður sé gera eitthvað sem umdeilanlegt, þú veist, að En því nefndinni hafi nú reynsluna, þannig að kannski það líka bara einfaldast að hafa góða nefnd og ekki yfirildi Við erum alveg reynslu mikil og allt það og kannski ekkert eitthvað frábært að vera með eitthvað svona kostningu, en þú veist, ég veit það ekki, fólk færi þá að lobbya og eitthvað svona, en ég menna, það bara gaman, eða þú veist, ég veit það ekki, ég bara, þú veist, það bara hugmynd, skiljiði. Svo fæ ég kannski símtal frá formanni blaðamannfélags eftir bara, hvað ert að segja? Nei, þá lætur okkur vita og við gerum frétt það. Já, ég fæ kannski símtal frá konu minn á morgun eða hann álpast til þess að horfa á hann þátt og segja, býtu, ert þú beski blaðamaðurinn, Bjössi minn? En já, ég tek undir það með þér, Oddný, að umræða fjölmiðlun á Íslandi, hún mikilvæg. Sammála. Og við rendum hér nokkuð blind í sjóin með þennan þátt fyrir 6 eða 7 vikum og við vorum að velta þér fyrir okkur hvort þetta ekki bara, hvort umfjöllunarefnið myndi ekki bara hvort það myndi ekki tæma það í 2-3 skipti, en það verður einhvern veginn alltaf meira og meira til. Það verður alltaf, þetta fæðir alltaf af sér fleiri og fleiri spurningar, umræða fjölmiðlun eins og við höfum verið að ræða hér í dag og þannig að svo sannarlega núna rétti tíminn til þess að fjalla fjölmiðla því við erum á fallanda fæti. Ég skil ekki af hverju okkar besta fólk í blaðamennsku getur endalaust hoppað yfir í annað og alltaf stendur sætið opið þegar það snýr tilbaka. Því ætti sjálfsvirðing blaðamennskunar og fréttamennskunar ekki að vera meira en svo að bara, finnst það svona gaman í vinnunni? Frábær blaðamaður? Já, en ef þú fer þangað, þá ekkert víst að stóllinn bara býðin auður þegar þú kemur tilbaka. Þetta vísi ég eitthvað sérstaklega, ég veit ekki alveg. En þannig við, þau segja þetta öll. Já. Að braindreinið, atgerfisflóttinn úr fjölmiðlun yfir í störf sem eru betur launuð, hann svakalegur. Það líka svo mikill hvati til þess að stökkva. Því þú getur alltaf snúið aftur tilbaka. Já, inn í heim blaðamennskunnar. Já, það þannig. Ég náttúrulega ekki að fara að stökkva eitthvað aftur tilbaka í blaðamennsku sem fullt starf, sko. Ég ekkert vissum að ég gæti það svo glatt. En að því það sem ég var að vísa í áðan að það ekki endalaust fjármögnin á miðlunum til að bæta endalaust við þessu fólki, sko. Eða þú veist, það örugglega svolítið mismunandi. Og eins og bara þú veist, hefur verið rætt eins og með RÚV að þú veist, það sagt að það sé ráðningarbann á RÚV. Það það sem blaðamenn eru að tala þú veist, að það sé ráðningarbann þar. En þú veist, ég veit ekkert hvað til í því, skilur. Þeir voru að auglýsa eftir fréttamönnum bara fyrir hálfum mánuði og taka fólki viðtöl. Já, en var það ekki líka fyrir sumarið? Vonandi fáðu nú eitthvað sumaraflýsingafólk. En það var líka verið að auglýsa eftir fólki á Stöð 2 og Vísi. Það fóru nú 2
blaðamenn þaðan nýlega, Heimir Már Pétursson og Kristín Ólafsdóttir. Þrír held ég, mér að segja. Þau fóru í aðstoðarmanni bara. Já, þau fóru í aðstoðarmanni, já, var ykkur þriðja sem Já, var ég hægt þar. Já. Og svo náttúrulega sem ég nefndi áðan, Sunna Ósk. En af hverju myndið þú ekki vilja fara aftur í fjölmiðlun? Ef við má spyrja bara. Já, ég fara persónulegu nótunar. Það er nú aðalega bara, já, það er aðalega bara álægið. Ég er langveik. Skömmu eftir að ég hætti fjölmiðlum þá greindist ég með ólæknandi krabbamein og ég þarf bara svolítið að huga að heilsunni minni og því að geta svona sett vinnuna svolítið til hliðar þegar ég kem heim sem að þið kannast við að blaðamenn gera ekki. Þú veist, þeir eru bara alltaf í vinnunni. Það er bara, þú veist, vaktin klárist kannski klukkan 4 eða 5, svo bara kemur heim og þú bara stillir á speilin, kveikir á samstöðinni eða horfir á kvöldfréttirnar Stöð 2 og þú horfir á RÚV og svo þarftu að horfa á Kastljósið og svo þarftu kannski aftur að skipta á samstöðuna og tjekka á hvað var í mokkanum í dag. Ég var ekki alveg búin að ná að lesa það og var ég örugglega búin að lesa nýjastu tölublaða heimildinni. Og svo færðu ábendingar og svo ekki verður að kíkja inn á Facebookið. Svo ertu kannski að tala við heimildamenn líka, þú ert í símanum eða Messenger eða Signal og þú veist, svo er náttúrulega Silfrið og 10 æskiluru. Þú ert bara alltaf, þú getur ekki mætt á morgunfund og ritstjórn með eitthvað sem var í 10 fréttum á RÚV í gær. Við erum stundum að senda skilabóð okkar á milli eftir miðnætti. Einmitt. Nákvæmlega. Þannig að ég er, þú veist, ég er núna að vinna sérst í Háskólanum í Reykjavík og stundum er einhver óreglulegur vinnutími þar, en það er aðeins öðruvísi. Það er svona aðeins, það er aðeins rólegra umhverfin í akademíunni þó það sé mjög skemmtilegt og mikil gróska auðvitað að vinna í háskóla. En það var nú fallegt að þú skulle verið í sér nefnda og sért að tilnefna fólk sem þú veist er einmitt búið að leggja mikið á sig og þekkir þá álagið. Já, mér finnst bara gaman að geta þú veist, tekið þátt í því að lyfta blaðamennsku upp og ég sá það einhverju umræðis á Facebook að blaðamenn séu sjálfhverfasta stétt á Íslandi og bara, mjög oft sagt okkur og blaðamenn elski að tala við sjálfa sig eins og við erum að gera hér þessi þáttur gott hvað við erum sjálfhverf en sko hver á að gera það? Hver á að lyfta blaðamennsku upp og einhvern veginn tala upp þessi mikilvægu stétt sem við viljum meina sé aðrir en blaðamenn, já kannski viðskiptaráð, ég veit það ekki en sko, þú veist, stjórnmálamenn gera það mjög takmarkað og og kannski bara mættu blaðamenn vera ennþá meira bara ættu þeir að vera ennþá stærri og ekki litlir í sér heldur bara að vera ennþá meira að bara rósa sjálfum sér taka sér meira pláss umræðu, ég veit það ekki þú veist, kannski myndi almenningur þá alveg nóga okkur en þú veist, þetta er bara einhver svona þú veist, og blaðamannafélagið hefur alveg gert ágætlega í því á síðustu árum að reyna að hafa einhverju svona vitundavakningu meðal almennings bara mikilvægi blaðamennsku og bara talandi rannsóknu blaðamennsku, það er líka stundum sagt öll blaðamennska er einhvers konar rannsókn af því þú ert að sækja upplýsingar þú ert að spyrja gagnrýna spurninga og grúska í einhverju og en þú veist þetta þetta er bara þó að það fari kannski tegunar á einhverjum að þá er það mikilvægt held ég eins og þið eru að segja sko. Já, hvernig gengur rimman hjá þér við krabban? Heyrðu, hún gengur bara vel sko. Já, ég bara er ég þarf alltaf að vera á lyfjum og því ég er svona viðhaldsmeðferð en mælist ekkert engin sjúkdómur í mér eins og er en ég þarf bara þetta er bara vinna, þú veist, taka fullt af lyfjum og passa upp á aukaverkanir og alls konar og þú veist mæta á spítalan í blóðprufur og sækja lyf og þannig að þú veist en bara er á meðan sko. Og bara þakklátt fyrir það og bara þakklátt fyrir að geta verið í rauninni fullri vinnu og bara tekið einhvern veginn þátt í samfélaginu eins og bara vera hér og bara, þú veist, vera í blaðamannafélaginu og þú veist, og bara alls konar sko. Þannig að það er ekki sjálfsagt. Nei, okkar albestu óskir. Já, takk fyrir það. Takk. Frá okkur öllum á samstöðinni. Takk fyrir það. Gangið þið vel. Takk. Og kæri þakkir fyrir spjallið. Búið að vera mjög gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að bjóða mér. Ég er reynslunni ríkari. Ég veit sumt núna sem ég vissi ekki og ég vona að það sé eins með ykkur, hlustendur og áhorfendur. Nú, sem sagt, Sunna Kristín Hilmarsdóttir, formaður dómnefndar blaðamannaverðlauna.
hún hefur verið hér síðustu klukkustundi eða svo að ræða við okkur verðlaun sem verða veitt á miðvikudaginn. Ég óska hinum tilnefndu sérstaklega til hamingju með glæsilegan árangur, efast ekki að þau eru öll vel að því komin. Og ykkur, Oddný Eir Ævarsdóttir og María Lilja, kæra þakkir fyrir samvinnuna hér við það að fjalla fjölmiðlun. Við höldum áfram þættinum eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.